Velkomin í hús fótboltans á Íslandi, staðurinn þar sem að leikmenn labba inn og góðsagnir ganga út. Dr. Fútból á toppnum síðan 2018. Dr. Fútból, Maracanã, knattspyrnumræðunar á Íslandi. Stór næsta vika hjá Dr. Fútból því að eftir 26 ára pressu þá ætla ég að prófa að taka í vöruna í næstu viku. Okay. Það Loop Zero. Ég veit ekki hvað í þessu, þetta er ekkert óholt. Okay. Þannig að já, þetta Loop Zero. Þannig að það kemur að þessu stóru stund. Dr. Fútból tekur í vöruna og þá ætla ég að fá mér þann græna með Túborg. Grænn Túborg besti lagerbjór í heimi. Ég stend og ég mun deyja þeirra hæð. Já. Svo það sé, ég mun gera það eilífu. Hjálmar, velkomin heim frá Króatíu. Já, takk fyrir það. Ég nenni ekki að við handbolta. Nei. En mér langar að spyrja það hvernig fannst í Króatíu? Ég hrifinn. Ég rosalega hrifinn. Já. Fólkið? Fólki frábært. Náttúrulega bara fullt af yfir húsum að það. Frábært. Stóru hávaxnar konur. Hávaxnar, glæsilegar konur og svo gauranir. Herri. Já, herri. Og reykja á mollunum. Allir í góðu standi. Allir í góðu standi. Reykja á leikvanginum, ekkert viss. Það það sem ég tekið svolítið eftir í Austur-Evrópu. Allir í góðu standi. Já, heldur betur. Já, reyktir þú á sínum tíma? Nei, ég reyndi það. Já, reyndir að byrja einn. Já, ég reyndi líka að byrja, setja vöruna, svimaði bara og eitthvað og það verið sagt við mig, það skilur enginn okkur ég ekki að taka í vöruna. Nei. Það skilur það enginn. Þetta bara sama með mig. Ég búin að vera fótboltaður þessi ár og inn í búningsklefa og svona. Ég hafði aldrei áhuga, mér varst þetta líka svo ósnirtilegt og ég snirti pinni. Samanlega. Þetta hefur bara eist í dag. Ég gerði þetta. Já, það snirti þetta dag. Sko. Ég setti einu sinni, ég kannski ekki besta auglýsingi fyrir þetta, en ég setti einu sinni svona í vöruna mér. Ég var á 7. holu, út á golfvelli, og með þetta í kannski 5 mínútur. Já. Ég ætla að hætta til 9. Það leið næstu yfir mig, ég eldi. Og var að rífa þig í gang. Ég eldi, sko. Gunni, mínir menn í Rækjunni á Sauðárkróki, þeir hlógu mikið helgina sem að þú náttúrulega tróðst í einhvern stað þar sem verður örugglega í sjónvarpinu. Það að Tindastóll og Stjarnan mættust. Ég heyrði í mínir menn í Rækjunni Hvað heitir ekki Sauðárkróki? Dögun. Ok, þú ert ekki að fara að ná. Hann allt frændu mínu. Þeir veit ekki eins og hver þú ert. Nei. En þeir kæra sig ekki þessa sendingu í úsleikjumni, söður. Þetta var eiginlega overboard. Þetta var overboard. Sko, ég verð nú eiginlega bara að hrósa sveitungum mínum að það var bara, þú veist, ég mætti þarna bara á slæginu og það var ekki eitt sæti laust. Þannig að sveitungum mínir, þeir fá líka skaffir ekki kalla mína menn í Rækjunni sveitungaðina því að þeir hlógu nú bara og sögðu hverju býri sem maður ekki hér fyrst hann hefur svona mikið áhuga á þessu. Ég gæti ekki afsakað. Ég sagði ég ætla ekki afsakað hana mann. Það vinnutengt, en ég myndi elska að flytja. Það nóg að vinna í Rækjunni. Það nóg að vinna. Hann gæti aldrei verið. Þú getur aldrei staðið vaktir. Hjálmar, ekki. Ég hef unnið erfiðisvinnu frá því að ég var 10 ára, sko. Rækju til að berga lífi. Ég er með hundleiðilega fréttir fyrir þig sem að ég gæti alveg trú að þið skakfyrringar þurfa að ræða. Já. Þið vil segja að Kristófer Eikóks komin í toppstand og bara fara hann að protect the rim like, þú veist, never before. Gæinn sem lagaði hann frá A til Ö frá Sauðárkróki. Nei. Jú. Sveinn Gunnar Björnsson, kýrópraktor í Lindum. Það kongur. Hann og Jón Bjark eru þarna í kýrópraktor í Lindum og hann tók hann og gerði hann kláran og bara, þarna var ég að meina að þetta bara Gunni Magg sinnum 3. Þú veist, annars væri Eikóksinn ennþá upp í rúmi og stólarnir getur hlaupið eða allt Tindastóll eins og menn eru fannir að kalla þetta. Hæ? Hafi ekki heilt að all Tindastóll þegar eru búin að konu sem peningar í þessu. Það eru svona sádílið, það er svo miklu peningar. All Tindastóll. Það er talað um að því að við fáum barginn díla og erum í fjölskyldusammenningu. Það er ekki að vilja þessum eins. Nei, all Tindastóll. En það er allan að gera erfitt. Þeir ykkar eigin menn, þeir eru að púsla saman anstæðingurum. Það er bara þeir eru svo góðar manneskjur. Hann og Jón Bergi eru því líki toppmenn. Góður í golfi líka báðir. Já, ágætur í golfi en stöðtarspilið. Veit ekki með það. Fitnessport með Dr. Fútból testabústurinn góði, bústaðu testan, settið allt saman í gang. Hjálmar, ertu með testan í lagi? Sko, ég fara að alla staði, ég sé eitthvað að springa, sko. Ég fyrir skeggsendingu núna vikulega. Það er bara allt núna og ég er komið þess að þörf fyrir að fara að rífa í lóðin. Já.
Það eru geðveikar fréttir Það geðveikar fréttir af ykkur báðum Domino's Pizza, þeir eru að fara aftur til fortíðar og allur sápakki besta app í heimi Domino's appið, takk kærlega fyrir það Ég fór á þriðjudaginn bara síðast og tók Já, heldur betur Tjekklandbyrður og skoðan 15% afsláttur ég vinna áminningaþjónustuna ef að þú átt bíl sem stendur á 2 aftan á þá er það febrúar, drífðu þig í skoðun það er líka eitt hérna Hjörvar ömulegt að eiga pappa sem er á óskoðum bíl Það er að versta sem að sér hann úti annað í þessu, þú mátt fara held í 6 eða 5 mánuðum undan Já, hann má það, já Ég er stundu nýtt með það Já, það er nefnilega má, það er alltaf fáur sem áttu sig á því Dóttar fútból með spurninguna með tölvutek, aldrei mig veg og auðvitað óska öllum hlustundum sem eru að núti að gleðilegt nýtt græjuár öll sem eitt allar leikitölvur, allir skjáir allar tölvur þú, þetta er allt saman í tölvutek aldrei mig veg Drengir, hvaða lið í enska boltanum lappar inn við þetta lag? Er það Nottingham Forest? Nei Veitu? Er það úrvalsdeildarliða? Þú varst með þetta Hjálmar Hvað meina ég var með? Þú varst með þetta á vörunum áður Þú ert búin að horfa á svona milljónleiki Já, verið velkomin og hér eru það heimamenn og þetta er búin alla tíð þetta er bara lið sem hefur mér svo taugar til að því þú traditionalisti Já Nei En þeir eru búin að gíska á þetta liðin sko. Nei Þetta er að sjálfsögðu Everton Þetta er Everton Já Þetta er Everton, ég er búin að heyra þetta milljónsinnum Já Þetta grínast Ég takk þetta lið alltaf í fútbolmann Það er ekki hljóðið þeim félagarnir, þeir eru flottir Ég hef farið á Goodison Park Já, þetta er búið að vera þú veist Þetta er bara eitt af þessum íkonum í þessu öllu saman en við skulum fara að powerranka með dynout.is og við gerum það hér það er ekki hér, það er hér nei, hérna elskan yes sir Já við erum að powerranka með dynout.is Dóttarfútból bæði á YouTube og á Spotify Dynout á netinu, Dynout panta bort, Dynout panta kaupa gjafabrif, frábært gjöf talandi gjöf, Hjálmar Örn er hjá mér Ég fór á hugsaði sko, ég var að koma frá Zagreb það var svona Íslendinga hátíð ég hugsaði, hvað eru topp 5 hluti sem ég hef heyrt Íslendinga segja við mig annarkort á EM í fótbolta HM í handbolta, EM í handbolta, allt sem ég farið svona út og það er svona gaman á Íslendinga verðlendis og nummer 5 og það er við fórum á veitingastað það var bara íslensku matsill Já Var það í Zagreb? Nei, þessu lendi ég þegar við vorum í HM í Fraklandi EM í Fraklandi og það er bara íslensku matsill þetta er bara geggja sko þeir eru bara tilbúinur að mynda mæta svo var það nú 4 og það var svo varum við bara stuðningsmennin í Íslands voru bara í þýska sjónvarpinu konan bara horfði á þýska sjónvarpinu það var bara stuðningsmennin Það er nummer 3 og það var, við vorum bara rætt eftir göngugotinu Laugaveginum hérna og þá bara heldur það ekki bara að byrja okkur að taka víkingaklappi og við vorum bara að byrja að taka víkingaklappi bara með einhverju stuðnismenn frá einhverju öðru löndum Þetta er alveg saga Svo er nummer 2 og það er þeir voru svo hiss á stuðninum okkar að það byrjuði bara allir í hinuleginu að klappa fyrir okkur í stúkunni það voru alveg hissja hvað við stundum mikið og þau byrjuði bara að klappa fyrir okkur í stúkunni og svo er það nummer 1 sem er alveg klassík og ég hverju einustu keppni sem lendi þá er það við vorum bara að spjalla við órálögregluna þeir voru bara ekkert vesend þeir voru það var bara ekkert vesend á löggunni bara taka myndi með okkur og ekkert vesend það er bara geggja þeir eru aldrei sér svona Þetta voru eins og dansku stuðningsmenni voru alltaf kallaði the hooligans að þeir fóru svo vel eftir reglunum ekki the hooligans en það er rétt íslensku stuðningsmenni þeir lendi að taka upp víkingaklapp tala við óerðarlögguna ganga niður Laugaveginn fá íslenska matsill og sjá líka aðra í sjónvarpinni manninu hjá þessar konu sem sagði mér þetta sko, hún sagði að konan sinni hefur ára á sjónvarpið og það er bara íslendingar í sjónvarpinu En var enginn sem að sagði að hann hafði kannski sett einhverstaðar satarni með hópnum hjá Östuríkjum fagnaði markið fólki var bara vinnulegt Jú, það er náttúrulega alveg Ég bara afsökunar Nei, þeir voru bara alveg sem
svo bara til hamingju með þetta, það voru flottir í þessu leik. Já, þegar þið vantar að leigja verkfærin þá ferði í Bíkó, byggingaverðverslun Kópavog, hvort sem það í Kópavoginum sjálfum, Smiðjuveginum, Skemmuveginum eða auðvitað í Selhellunni. Gunni Óla stendur vaktina þar, maður velti fyrir sér móralnum inn á þeim vinnustað. Maður gerir það Super Bowl 53 helgin. Nei, ok, ég veit ekki hvað, Super Bowl númer hvað. Gunni þekkir þetta allt, Gunni, númer hvað Super Bowl? Super Bowl 59, vel gert, búlis með þetta á hreinu, takk. Þetta eru Kansas City Chiefs á móti Philadelphia Eagles og ég mætti af því ég að Vikings fan. Ég Vikings og Cowboys maður. Það fer vel saman. Það fer vel saman, já. Eiginlega aldrei í Super Bowl, þannig ég geti yfirleitt fara að sofa snemma þarna. Strákar, hvert fer the smart money á sunnudaginn? Það erfitt að horfa fram hjá Patrick Mahomes þegar komið í Super Bowl og þeir hafa náttúrulega fengið viðurnefnið í playoffs, þá hafa fengið viðurnefnið Kansas City Refs, þeir hafa fengið smá aðstoð. Þetta Taylor Swift-deildin, það náttúrulega verið að reyna að pússa því að hún fari sin lengst. Eðlilega, hún líklega bara einn frægasti einstaklingur í heiminum í dag, þannig að það bara mjög eðlilegt. Ég myndi halda það að Kansas City séu á allt yfir 1-7, ég myndi halda að smart money farið þangað og maður sér að stóru bettin í Vegas þau eru að fara á Kansas City Chiefs. Ég hugsa að mitt go-to verði, ég touchdown scorer maður og það verði Travis Kelce. Ég held að sú saga, nei ekkert endilega fyrsta, en bara ég held að sú saga skrifi sig nokkurn veginn sjálf og Patrick Mahomes, hann fer í öryggið, hann kastar í öryggið og Travis Kelce á 2.35 er gjöf. Ertu með einhverja pælingar fyrir hennan leik? Ég náttúrulega fyrir alltaf á underdogs, ég fyrir alltaf á Eagles sko. Ég mun halda með þeim í þessu leik, það bara engin spurning. Ég get ekki verið með Kansas City Chiefs í leik. Herri, ég setti lag á fyrir. Þetta er að bleita þínum. Þetta grínast. Þetta Hurt So Good og gæinn sem QB á þeim heitir Jalen Hurts. Þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum. Hurt So Good. Ég hefði viljað fá Buffalo Bills í hennar leik. Sammála. Jöfullar að svekkjandi. Sammála. Það var pínu svekkjandi NFL auðvitað, minni á þetta stærsta NFL partí ársins. Það verður hjá naflanum. Það verður episk partí hjá naflanum sjálfum. Herri Jón Davíð og Sindri spurði hvort það getur naflinn, getur hann ekki komið og hjálpa okkur að setja upp hann fyrir þetta allt saman, að ég umbóðsmaður naflans. Ég sagði bara, haldið þið að Auðun Blöndal sé að leggja á borð fyrir Þorrablótið í Kópavogi? Helvíti líklega. Og ég dundraði, bara hringdu í snúðu síman minn heima. Þeir hafa ekki hringt aftur sko. Heldur hann geti hjálpa okkur? Auðun Blöndal, heyrðu, hann ekki að leggja á borð þarna. Not gonna happen. Ég held að það verði mikið skorað í þessu leik. Oft eiga þetta til að verða svolítið svona öryggisleikir einhvern veginn. Ég 50 plus er alveg eitthvað sem ég sé. Ég sé alveg svona 33-30 er svona tala sem að poppar upp í hugan. Þeir sem er að horfa á YouTube sjá að ég mættur í my NFL year og ég fekk hann þetta þegar Kyle Rudolph og Linmar Joseph og Daniel Hunter kom að heimsóttu mig 2017. Ég fór út að borða með þeim á matarkjarnan og ég og Kyle Rudolph urðum miklir vinir, mjög miklir vinir og vorum að spjalla svona, ég var svona pínulítið eins og sonur Jóns Gunnarssonar, Gunni Bergmann sem að var aðeins að impressa mannskapin með svona alls konar góðum sögum og þeim fannst ég bara eitthvað mest í kongu sem þeir kynst og bara var með allt á hreinu og svo labbaði ég með þeim út úr matarkjarnanum svona út með bolta með mér, ég pönti honum yfir miðbæni Reykjavík og þeir eru bara, wow, hvaða kongur er þetta? Ég bara sparka honum yfir þetta miðbæn. What? Og þeir bara, og þeim fannst þetta að finna sem séð og bara ég er að labba með þeim þeim öllum NFL-görunum og tveim eitt vandamál. Kjartan allir Kjartansson með mér. Ok, við erum tveir að labba þarna og hann bara, eitthvað að segja einhverja leiðilega sögur, ég með einhverja geðveiku sögur, löpum hann miðbæinn. Sé ég það versta sem ég gæti séð. Bílinn hans Kjartans, þegar Kjartan var á bíl. Hann er þarna svona 80 metrar frá. Ég sagði, shit, ok, við erum að labba í þessi átt. Kjartan,
við erum ekki að vera að setjast inn í bíl, þetta var ógeðslegur Chevrolet Spark og ég hugsa, við erum ekki að vera að labba inn í bíl, löfum bara áfram, ég náði samt ekki að segja neitt við hana þegar hann var að hróka samlega, ég hugsaði bara, hann verður bara að lesa leikinn svo löfum nálgast bílinn og sá, ok, hann að lesa leikinn og þeir bara, we're leaving og ég bara, shit þegar ég var búin að spila með risastórun hana og bara og hérna, Kyle Rudolph horfði bara á bílinn og bara, wow, you drive a Chevy American made þessi var alls ekki American made, þetta var bara svona einhver pínu Chevy Spark, þetta bara ódýrast sem ég trúi ekki að hann kostar meira en svona 280 nýr Þarna var ég búin að byggja upp allt þetta traust og talandi allt sem ég væri að fara að gera og svona setjast inn í Chevy Spark og það var svona síðast sem ég hitt af þessum mönnum og ég kvaddi á og allt svo leiðis svo nokkrum mánuðum setna þá sendi Kyle Rudolph mér afmæliskveðju og hann sendir hérna happy birthday at Hjörvar Hafliða still working on the punting skills What the hell sendir Kyle Rudolph mér og ég sagði þakkaði bara Kyle fyrir thank you Kyle still working tókstu bolta ég tók og þrjumaður honum bara bombaður hann upp yfir djöfull, þetta geðvikt þeim fannst þetta algjörst þannig að við urðum mikli vinnir úr varð vinskapur og eins og ég segja Kyle Rudolph ég vil að sjá það fyrir mig þegar Hjörvar lappar út af matarkallarinn tekur eitt og poppar hann þetta var ógeðslega gott herri, hérna, talað ameríska íþróttir ég bara verða að klára þetta með þetta NBA-dæmi það svo mikið í gangi í NBA núna hérna, náttúrulega við búum að ræða þarna Doncic og AD sko, ég held að svona vanvirðingin kannski á AD í þessu treyti er alveg sæmilega mikil Dallas eru bara hörkulið og þeir eru að styrkja varnarleiki sem með þessu og þeir gæti alveg treyta því að þeir eru að losna við hennar Supermax stíl hjá Luka Doncic að þá eiga þeir alveg alveg möguleika á því að kværa eða þú veist að taka inn einhverja mögulega aðra stórstjörnum með honum og Kyrie Irving og þá það orðið helviti gott lið næstu 2-3 árin kannski. Herri, voru búin að sjá að voru að treyta Butler í burtu í Miami. Tími Butler vildi fara í burtu frá Miami. Hann búin að vera að grenja að fara í burtu. Það var einhver stuðningsmaður sem var bara eitthvað hérna hey, yeah, he's leaving and we're trading for eitthvað bara og hann að segja bara Kevin Love þetta á bekknum. Hann bara ok, og hvað hérna og hvað fáum við meira? Og þetta var helviti gott. Það var nú reyndar fínt trade bara fyrir bæðilið. Butler, það var svo sem búið dæmi svolítið. En heldur það sé ekki til í þessu með Dallas að þeir sé að keyra liði niður einhvern veginn, gera það ódýrt það er það síðan til Vegas nei, þeir eru að hóta því að færa það til Vegas af því að þeir vilja búa opna eitthvað risa spilavíti þeir vilja búa til risa spilavíti og eigendurnir þeirra eru djúpir í spilavítabransunum og það er svona þýjuri sem hefur komið upp að þeir lausið við Mark Cuban? Já, hann er orðin nei, það er ekkert næs hann er orðin minority owner hann sagði náttúrulega, hann sagði if I had to choose between Luka Doncic and my wife I would have to get a good divorce lawyer hann er hann er náttúrulega bara eitt svalast eigandi í sögu íþróttana en svo, þú veist, ég held að það sem að sé í þessu eins og Hjálmar nefnir að þeir eru mjög djúpir í þessum kasínó bransa þeir eru þetta er störukeppni milli þeirra á NBA-deildarinnar og þeir virðast vera svona devaluata liðið til þess að fá samþykki fyrir því að fyrir state law að fá að reisa spilavíti og nú eru náttúrulega töluvert fleiri fylki búin að samþykja spilavíti það er líka meiri líkur núna þegar Trump-barinn er komin sko. Já, vonandi maður vonar að besta af það var rosa, það er þessi þáttur lögmál leiksins sem við fallar NBA þegar að Leifstöðin, Leifur Árnason kallaði Matei Dalmey Kendrick Perkins Íslands það var vist mesta burn sem hann hafa séð ever sko. hann var bara með ungu sko gúla sinn og hann bara þeittaði síðan með róletum meðan Tommy Steindus satt þarna þú horfðir á þetta burn þeir svitnuðu bara Kjartan og Tommy þeir svitnuðu þetta var rosalegt þetta var svo akkurat hann var að hræri í þessu allan tíman hann í róleitum og hann talaði allan tíman þeir fengur rétt að segja já og nei hann er eiginlega búin að taka við þátti ég hef aldrei séð svona yfirtöku hann hijackaði þessu þætti þetta er frábæri þetta ég er Matti Dalmey og Tómas Steindórs kall
Já, en lág mér hvað sem vill. They just got cooked, man. Ég sendi líka bara hlýja kveður á Tomma því það kemur betur. Tommi, hann þólir þetta. Já, hann Tommi þólir þetta. En það sem ég ætla að segja, Dennis Röder, Andrew Wiggins og Kyle Anderson og first round pick að fara í staðin fyrir Jimmy Butler, þannig að þeir eru að treyta frá sér aðeins. Það er samt svolítið eðlilegra heldur en hitt, sko. Er einhver önnur stór byrju, Kevin Durant að fara? Nei, hann sagði nei takk við Golden State. Þannig að þeim kafla í hans lífi er lokið. En annars er þetta, þú veist, nei, ekkert eitthvað svona, ekkert risastórt. Sakli Vín að fara. Já, við bara áfram með smjörið. Og svo eru Spursararnir, San Antonio Spurs. Þeir eru náttúrulega með Victor Wembanyama sem er kannski mest spennandi kallinn í deildinni. Og þeir voru að fá De'Aaron Fox. Þeir eru umræðan þjálfara. Hvað, Popovich? Já, hann er búinn. Why? Hann er bara búinn. Við bara sér hann, game over. Hann er heilsulítill, sko. Hann er búinn að vera á hliðalínu. Bara þurfa að betri þjálfara. Hann er náttúrulega eitt besti þjálfarinn í söguleiksins. Já, það er bara leikurinn heldur áfram og alveg svo að löður heldur áfram. Það þarf að uppfæra þvottastöðuna, það þarf að vera með það besta. Þú þarft ekki að búða upp á löður Excel, þú þarft ekki að búða upp á áskrift. Núna er löður búin að mæta þessu öllu saman, löðrið góða og þá var löðrandi stemning í gær. Því Cristiano Ronaldo varð fertugur. Náttúrulega, Hjálmar, þú manst eftir lífi fyrir Cristiano Ronaldo. Ég man eftir því, ég gerði það. Já, þú ert bara fullur maður, pappi og allir þessu pakki þegar hann mætir á sviðið og áblóðin svona fertugur sjálfur þegar hann mætir í bolta. Einar Gunni, þú manst ekki eftir fótbolta án þess að Cristiano Ronaldo sé að skora eða setja nýtt með. Hæltið því maður. Jú. Já, ég minna að þú ert 6-7 ára þegar hann mætir á stóra síð. Ég man alveg eftir, þú veist, ég var alveg byrjaður að spila leikina þegar Helder Postíka og þeir voru bara að halda upp, Nuno Gómez voru að halda upp í þessu portugalska liði, sko. Postíka. Ég var mikill Helder Postíka. Svo við erum að tala um 920 FIFA 2002. Við erum að tala um stráka 1251 leik, 920 mörk, 276 stóðsendingar, 1196 goals and assists. Markaðist í landsmaður allra tíma. Flest mörk í meistaradeild Evrópu, flest mörk í úrslitaleik meistaradeild Evrópu, flest mörk í undanúrslit meistaradeildar Evrópu, flest mörk í áttalega úrslit meistaradeildar Evrópu, markahæstur margoft á Spáni, markahæstur Englandi, Ítalíu, Sádi. Hann hefur slegið öll met sem hægt er að slá þessi maður. Ég meina, Hjálmar, þegar þú ert ungur, þá er þetta sagt að fertur menn, allt er fertugum fært og þú áttu bara að vera búin á því í lífinu. Takk okkur í gegnum þetta. Þetta er bara algjörlega hárrétt. Nei, þetta er alveg rétt. Þetta er ótrúlegt. Hann er 40 ára gamall, hann er ennþá að spila, ekki að hæðsta leveli, við veitum það alveg. En hann er að spila á leveli. Hann er að spila á leveli, sko. Heldur betur. Þetta er alveg með ólíkindum. Ég spilaði Football Manager og Championship Manager og maður kallaði menn eftir 30 træ. Já. Þetta er bara gamla hræ. Það er það sem maður gerir maður, 19 ára gamall. Já. Það voru allir búnir á því á þessum aldri, sko. Já. En þetta er með ólíkindum. 40 ára gamall með allt þetta. Ég verð að taka hattinn ofan fyrir honum. Heldur betur. Ég er bara algjörlega, sko, þetta er bara magnað. Þetta er einhver ótrúlegasti ferill og ég held að þetta verði aldrei topp og hann sagði á afmælinu, ég er besti fótboltamaður allra tíma. Ég er the most complete. Jú. Hann á 80 mörk í 1000. Bara alveg eins með Jordan og Messi sem að hafa dominita sinn leik að þeir eru ekki mikið að ræða hvað þeir sjálfur geta en það ætti það að vera óþörfi. I'm the greatest. Þetta er bara Muhammad Ali. I'm the greatest. Það var Ali the greatest. Já. Líka það er bara sagan og allt. Koma báðir úr óhemmi erfum aðstæðum. Já, það er líka allt í lagi. Já. Það er stundum holdt. Þegar þú kemur frá Madeira þá áttu að þjóna til borðs eða keyra leigubíl. En hann fór alltaf leið, þessi strákur í fótboltanum. Magnað kvikindi Tort slysabætur með Dóttor fútból. Hefur lent í umferðarslýsi þá er eini staður sem þú átt að hafa samband við er Tort slysabætur því að tortararnir þeir torta þetta í gang og það er heldur betur mikilvægt að hafa samband við Tort leið og ég meina ef þú situr heima, lendir í slýsi ert ekki búin að gera neitt í því Tort Takk. Það er ekki á að gesta í gær heldur, mér skilst það sé bara aftur í tíma líka, sko. Já. Heldur betur, Liverpoolinu Tottenham á hann, 4-0. Já. Hjálmar, það vakti óhugðinn eftir bara einhverjum 3-4 mínútna leik þegar að Virgil van Dijk olbúaði. Þetta er náttúrulega bara algjört grín að þetta skulle ekki hafa farið. Einhver sagði við mig, hann fór ekki andlit á honum.
hann fer náttúrulega olbóran í hálsin sem enn verra sko. Nákvæmlega, ég hef fengið högg í hálsin það er bara það versta þannig að þetta er bara algjörlega skelfilegu dómur, ég bara skil þetta ekki sko. Kristinn Kjærnested sagði ástæðan fyrir að þetta var ekki farið í skjáin var að þetta er Virgil van Dijk já, sagði það sko, ég held það líka gegn Richarlison, ég held að Richarlison sem er búin að búa sér látt til að hundleðilega ímynd í þessu leikjum, hvað, þú veist, á móti Liverpool annað sko, en hann, ef þetta hefði verið en hefði gert þetta við Son eða eitthvað sko, hann er bara fókið út af ég velti líka fyrir mér þetta gerist á 3 mínútu sko. Ég held að það spil líka oft inn í, þú veist að ég held sjáu, þetta er svakalegt, þetta er viljandi sko, meiri sé að jafnvel að lætur löppin að fylgja eftir, ég veit það ekki sko, svo er líka eitt, ég meina þú veist, vinstri löppin á sérðu, ég er að segja þetta en það sem að gerist þarna fyrir, vinstri löppin á honum þetta er ekkert ósvipa bara rauðaspjöldinu sem að Bruno fekk á móti hvað var að Newcastle var ekki móti Tottenham það var líklega á móti Tottenham það var sólið svona hátt upp í nýhæð en eins og ég segi, ég held að spili mikið inn í þetta, þannig eru 3 mínútur búin á leiknum og pottet verið að hugsa það að skemmi ekki leikinn með því að gefa rautt spjald en mér finnst hann skemmti leikinn þetta finnst mér vera clear and obvious ef þetta er ekki clear and obvious þá veit ég í raun og veru ekki hvað því að hann er alltaf meðvitaður hvað rólbóin er já, það er svo sem vakti óhug veit ég einhver Arsenal manna líka í dag að kom í ljós að Liverpoolið ef var ekki til aðstór þá var þeir ekki á toppnum og það var þessi tabla sem að ég vakti óhug margra Arsenal stuðningsmanna var fekk ég er að sjá þetta fyrst núna ég fekk þetta frá svona 50 alvöru Arsenalmönnum í dag það sem ég kalla alvöru Gunners ég með smá chatgrúpu alvöru Gunners, þú ert ekki komið þangað þú ert svo ungur það er alvöru menn sem munið til George Graham en þeir allan að benda á þetta og Arsenal var á toppnum ég hitti til dæmis Thomas Kruse í dag og við vorum ekkert að ræða þetta við vorum bara að ræða spesleikur í gær en förum í hann á eftir en sko orðið relentless hefur verið eitthvað í umræðinu undanförnu það er óætt að segja heldur betur að til hamingju með það Mohamed Salah ég er ekki eini sem er relentless hann er relentless þessi náungi ég er spenntur að sjá hvert hann fer hann er alltaf fyrir Al-Ali fyrir ekki neitt er það málið? Al-Hilal já, en hann er aldrei að fara að halda áfram í Liverpool, aldrei ég get bara staðfest það hér og nú sko hann verður löngu búin að semja að hann fara að gera sko já, hann verður líklega með Al-Hilal á HM í sumar svona ef markam á fréttnar hann var gjössanlega fróði Cody Gakpo heldur áfram að vera góður Trantalarsarnir Arnold var ekki með samt liðið svona skiptiringum máli hverju vörninu og er með Virgil van Dijk hann er 6 manna mækir þetta var ekkert varalið sem Liverpool með sko bara bestu liðin, það voru öll liðin í undanúrslitum voru að spila á sínu bestu liðum, það var ekkert flóknara en það var allt undir og Liverpool geta nú varið deildabikarinn en Liverpool er það lið sem hefur vegnað best frá upphafi í þessum deildarbikar orkudrykkjabikarnum góða sem þeir unnu á síðustu leiktíð og ég kalla þetta nokkubikarinn tökum því svakalega er nýju góður hvað heitir Stellar Blend takk hérlega hann er ágætt einhver exotík í hún ég skila þessu til feðgarna þeir verða ánægðir að heyra það líka skila því að auður að bjóða upp á hæstu vextina bara að vita að þetta er stótt í viku ég held að sé allir með það á hreinu það er gott að stassa sér svolítið vel upp þar Newcastle 2 eða Newcastle 4 Arsenal 0 þessi leikur undir ljósunum fyrir norðan Víkingur Heiðar mættur á svæðið ótrúleg stemning fyrir norðan Arsenal menn kóðnuðu bara niður Hjálmar þú settir á Facebookina þína í gær það þarf að fara að ræða William Saliba ræðum Já, hann var expósaðar verulega þetta. Já, hann fekk hvað, 5,8 samkvæmt nú horfum við náttúrulega einhvern og Ísak þegar hendar þá horfum við ég sá Leo Reyni setti þetta líka á sem fréttarittari hjá okkur á Dóttúrból hann setti þetta líka á Exit. Hvað settur hann? Hann sagði, þú veist, fílinn í herbygginu hvenær þarf að fara að ræða hann og ég hefði vettum að adressa hann
að þau náttúrulega eitt liðlegan leik. Nei, hann búinn að veiga svona að undanförnu. Ha? Hann búinn að vera í vessinni. Við sjáum hvernig Holland fór með hann á sunnudag. Af því hann skoraði eitt mark. Eitt mark hefur ofta ráðið úrslitum í leik. Já, ég veit allt það. Saliba var heilt yfir mjög fínn á móti City. Hann var ekki góður í þessum leik. Hann var alls ekki góður í þessum leik. Hvað í gangi? Hann ekki meiddur? Hann var allavega mjög ólíkur sér í leiknum í gær. Það er hérna deginu ljósara. Þetta fyrsta mark sem skorað hins vegar, ég seta ekki á hann. Þetta svona heppnistimpill yfir þessari snertingu hjá Ísak þegar hann stingur sér fram fyrir hann. Hann nú frekar góður í fótbolta sko. Hver? Ísak var gjörsamlega með rekur fótinn bara út og það vill svo til að sendingin ratar á rétt á mann en þetta er ekki, ég sé þetta ekki sem útpælt en ég alveg saman þegar hann var búinn að skora þarna og fara illa með á varnarínuna rétt áður þegar sem var millimetra ránstað. Já, þessi leikur fer í færinu á undan fyrsta markinu og það er þegar Martin Ødegaard fær Þannig að þú ætlar að segja að Ødegaard hafi vaskað þessum leik. Nei, ég ætla ekki að setja þetta á neitt. Þetta var bara, mér fannst þetta heilt yfir slappur leikur hjá Arsenal. Newcastle skorar þetta fyrsta mark. Eftir það þá heldur Arsenal miklu meiri bolt að skapa sér í raun og veru ekki neitt. Það fekk Havertz í þessu leik. Og þetta er bara áframhaldaði sama að þegar að lið Havertz var 5-6, ég hef aldrei séð svona framistuðu í svona mikilvæga leik bara. Alvöru Gunners eru brjálar að hafa ekki komið sendir yfir línu. Svo meðis Martinelli að sjálfsögðu og Trossard. Ef þú vilt ekki titla mig í þeim hópi þá er ég þar á meðal. Ég meina svo er hérna svo fyrir Martinelli út Bukayo Saka verið styttast í hann er allavega að fara út í þessa æfingarferð sem þeir eru í ég get ekki skilð hvernig menn sækja ekki framherja. Mér er alveg sama peningar eða eitthvað, nú talaði eitthvað að það verið rosa sumargluggi. Mér finnst bara mjög skrítið af því að það er í raun og veru, þú veist, ekki lengur en það eru ennþá bikarar í boði. Já, en nú eru öll þessi stórulega að fara að keppa þannig að Arsenal er meðan bara að fara í Siam Park og Loro Park og Abba-Garðin og þetta og Tenerife eða? Já, ég held þessi á Dubai. Ok. Og það er einhverju garðar líka og eitthvað til að gera? Ég veit ekki hvað þú komið að það. Ég hef ekki efna á því. Úrslitaðleik meistarallir, það er nú ekki hversu meir sem hefur efni á því. Já, það var að vinna. Nei, úrslitaðleik Háans. Ég meina Trossard og Martinelli, þeir eru út í smá tíma sko. Já. Sko, Newcastle eru bara alltaf ógeðslega öflugir. Þeir eiga núna í næstu 3 held ég, þá eiga þeir Manchester City, Nottingham Forest og Liverpool. Það kemur bara eiginlega ekkert á óvart. Þeir eru að Birmingham líka í FA Cup. Það kemur ekkert á óvart að þeir myndu fá 0 stig úr þessu leikjum en þeir ná alltaf á móti Arsenal þú veist, andinn á vellinum í gær var svakar og ég er alveg sammálaður. Mér fannst Arsenal-liðið kóðna í gær. Við vorum samt mikið í síðustu viku og þú tókst þátt í umræðinni þegar að Gísli Þorgir sagði að Snorri Steinn hafi verið outcoachaður á móti Króatíu. Þetta var engin outcoach. Var hann ekki outcoachaður með þessu 5-4-1 þarna með Fabian Schär að pressa sem þýtti það þess að stutti gaf hann frá sér. Já. Það var bara léleg sending hér. Já, en fannst þér ekki bara þetta upplegg hjá fyrir þig sem áhuga með þjálfun og taktík og uppleggi var fínt. Ég meina, þú veist, þeir bara skora þetta mark, gera það vel og sem að mér fannst vera svona temmilega mikil gjöf en eftir það þá bara liggja þeir svolítið og verið þéttir, 2 línur. Trippier leit alveg fárálega vel út í þessu leik sko. Trippier og Bruno breytast alltaf í einhver alvöru gangstera þegar þeir spila mútið Arsenal. Svo er þeir heillum hornir þegar þeir spila vönulið. Það er þannig. Ég meina, ég heyrði Sigurinn framdæði í gær. Sörens. Já, ég heyrði í draumalandinu. Já, við slum færa hann sagði þetta sama. Hann sagði, hvað er þessi Bruno í öllum öðrum leikjum, sagði hann. Til hamingju stuðningsmenn Liverpool og hamingju stuðningsmenn Newcastle. Wembley býður. Ég skal segja ykkur það. Hvernig heldur að sáleiku fari? Ég held að Liverpool vinnur bara 2-0. Takk. En Newcastle þeirra að biða lengi eftir bikar þeir reynda voru ógeðislega óöfnir þegar þeir mættu síðast í úrslitaleik þá fenguðu Manchester United með Casemiro og Rafael Varane og ég held að það sé bara ekki þeirra DNA að tapa úrslitaleikjum þannig að hafa búið áður að byrjaði. Slum eins og að fara í bestu deildina með kjarnafæði við þreytum en þorran við grillum þrátt fyrir rísjótt veður vissulega skóla frestað í dag ég grillaði samt í hádeginu ekki fara yfir þetta manni sko. Þetta pirrar okkur gamla skólan svo mikið sko, að ég var látið ganga úti sko, í
ég veit ekki hvað sko. Fóreldrar minni að lendi í fangelsi í dag sko. Það hefur verið veðrið sem senda okkur út í sko. Vaða eitthvað mjadmar háan snjót bara til þess að komast í skólan á króknum sko. Gunni, ekki reyna Ég ætla að hringi mína menn í rækjunni og hringi í rækjunni 93 mótil eða ekki 94, já, glemdi Ég á gamla skóla Við skulum fara yfir þetta með kjarnafæði. Anton Logi Lúðvíksson er kominn heim. Hann gerði þau mistök, hann valdi sér lið í atvinnumennsku af því að þjálfarinn, hún leist vel á hann. Það ef þú hlustar á Dr. Fútból, þá velur ekki lið eftir þjálfara. Og hann er komin heim, Solskjær Silfri á Voga, Kópa Voga. Ég er komin heim. Anton Logi er komin heim. Já, þetta er náttúrulega frábær leikmaður og hann er mjög góður. Svona mjög svona hátt IQ, klókuleikmaður og náttúrulega óks rosalega þetta loka sumar sem að Óskar var í Kópavoginum. Ég held bara að þetta staðfesti það að leikmenn í neðri hluta í Norðurlöndunum, sérstaklega í Noregi og Svíþjóð, þeir kjósa það frekar að vera í toppbaráttu. Hann var ekki í liðinu, hann ekkert verið að reyna að móka yfir þetta, kunni mín. Segjum bara hlutina sem vera. Hann komst ekki í liði á Haugesund sem er bara stabílt úrvalsdeildarlið. Akkur vildi Haugesund að halda honum? Þjálfari vildi ekki halda honum. Nei. Og það er að því að hann er einstaklega svona... Já, hann heldur þessu liði alltaf uppi. Hann er bara með einhverja formúlu. Hann er alltaf bara... Þeir eru búin að vera 10-11 ára í efstil. En þú þarft nú ekki annað heldur en bara að lesa Haugesundavísen eða eitthvað svona til þess að sjá að menn eru kannski ekki allt og sáttir með hans störf. Liðið spilar mjög leiðilega fótbolta og bjarga sér, halda sér upp í. Þetta að lesa Haugesundvísen? Já. Vá, ég bara þú minnir mig á Valdi Björn var alltaf að lesa hérna ítölsku blöðin hérna. Nei, ég er þess að gassetur. Já, ég veit það. Keypti mér aðgang að Haugesundavísen. Ég Valdi Björn byrjaði að setja því 1980 þó að þú setja því núna. Ég meina, Valdi Björn var alltaf eini maður sem að tala alltaf, þú veist, og Giuseppe Meazza, maður var alltaf, hvað djúðist? Það var það náttúrulega San Siro, sko. Giuseppe Meazza. En þetta er mikill fengur fyrir Breiðablika. Það er spurningi meina Breiðablika náttúrulega leita að Hafsend, spurning hvort að og það kemur Rossa Neri yfir og maður sé ekki hvað það var Rosso, rautt, Neri, svart, ok Stórkostlegt sko. En þetta er mikill fengur fyrir Breiðablika. Þetta er náttúrulega leikmaður á besta aldri 21 árs og komanneskja. Já, stórkostlegur og öll hans slekt sko. F-fáingarnir hafa verið uppteknir að undanröldu. Einar Karl Ingvarsson er komin heim, talandum að Solskjær Silfri á Loga, þá var hann komin heim og Mattias Rosenörn það er markmaður og frændi, Óttar Unni hann er ruglgóður sko. Það getur verið fleiri á leiðinni í krigan að þeir séu með alla arma úti. En þeir með alveg war chest núna? Það er eitthvað í gangi. Ég held að það fari svona mikið mót vind sko, gaman að koma á móti sko, vera vondi kallinn og koma aðeins En stert fyrir það að fá Rosenörnin? Já, ég talaði við fyrir formarknarsmundildar á dögunum Jón Rúnar Gott viðtal. Já, gaman að tala um. Ég var svona mest sammála kannski því sem hann talaði með að við værum ekki íþróttaþjóð, við verðum ekki íþróttaþengjandi og hann tók þessi dæmi bara eins og hvað allt er þungt í vöfum, til dæmis bara eins og Alþingi þegar kemur að styrkveitingu til íþrótta og eitthvað svona, þjóðarhöll og þjóðavöllur og allt svo leis. Þetta er búið að sitja á hakanum í, ég veit ekki hvað mörg ár og ég held að hvergi annar staðar í heiminum myndur við finna mikla vanvirðingu í garð íþrótta eins og af stjórnvöldum. Já, þannig að það var gaman að heyra, þú veist, eins og ég segi... Við sáum að þessi stjórnarsáttmáli var í raun og veru stríðsyfirlýsingu íþróttnar. Hann var það alveg klárlega og maður hefur miklar áhyggjur hvort að fyrirhugaðar framkvæmdir, ég meina nú er planið að halda hér HM í handbolta og ég á alveg eftir að sjá hvort að þessi þjóðarhöll verið reisið þá ef framheldur sem horfir því að þessi ríkisstjórn virðist alltaf horfa mjög greitt fram hjá íþróttum. Heldur betur við... Fólk áttar sig ekki á því sko, að hver króna í íþrótti kemur margfalt tilbaka. Sko. Landkynningin í tengslu við íslenska karlalandslið 2016 og 2018. Þú veist, ég held að það verið seint rannsakað til fulls. Heldur betur. Hárétt, það eru fleiri fréttir. Kristófer Orri Pétursson. Sko, hann er 20
og 7 ára gamall Gróttu maður, er ekki, hann er fættur 98, er ekki rétt hjá mér? Sonur Péturs í póstbúðinni. Sonur Péturs í póstbúðinni, og þetta er alltaf að gera manni lífið leitt, af því að ég var alltaf bara svona, þegar þessi vini mínu voru ennþá að spila, bara fyrir nokkrum ára síðan, eins og Guðmann og þú veist svona, gæði sín þekki vel, margir nokkur strákur úr Bleikunum og svona, ég bara, þetta er fínt að þeir vera hættir maður, þá get ég farið og sagt bara hvað sem alla leikmenna, þegar þú veist, það er leiðilegt að tala um ykkur á vínis eða þú veist félaga sína, þú veist, og þeir eiga slakar daga. Svo er þetta alltaf orðið sínir félaga minna. Þetta er erfitt. Ég get ekki sagt neitt þetta sem var frábært, en ég meina, ég ætla að gleyma því aðeins að Péturs er pappas. 27 ára, fyrstu þetta leikmaður á Gróttu. Ég skal viðurkenna það, að ég var þetta hrifinn á hann. Ég horfði svolítið á hann að hann var efstur. Mér finnst að reynið þetta margar úrslitasendingar, en hann var oft og tíðum mjög skemmtilegur og gaman að horfa á hann. Hvað gefur hann KR? Ég held að gefi KR breytt gæði á æfingar sem að hefur verið Óskar er mjög mikilvægt. Eins held ég að þetta sé mjög klókt sæn, af því að ég þekki Kristófer Óra vel og þetta er frábær leikmaður. Þetta er bara eins og þú segir, hann er mjög góður á boltan, tæknilega mjög öflugur. Hraðin er ekkert kannski besti vinnur hans, en hann vinnur það upp með bara hreinum gæðum inn á vellinum, sterkustrákur, hávaxinn, og ég held að þetta geti verið nefnilega mikill fengur fyrir KR, því að við höfum bara séð á undanförnum tímabilum að þegar fer aðeins að bæta í leikjaálag og tala ekki um að KR fara langt í báðum keppnum og annað slíkt, að þá viltu hafa, ég meina þá kannski er þetta ekki nema 1-2 meðsli, þú vilt hafa bara gæði á bekknum til þess að droppa ekki það mikið þegar eins og ég segi, þegar svona úrslita leikindir fara að koma, sko. Er ekki hávaxinn? Hann er hávaxinn. Já, hann er hávaxinn. Hvað er málið með það, Hjálmar? Hefur ekki tekið þetta með félagina? Er það síni sem er að vera 20 eitthvað? Þeir eru allir 20 cm hærri en pappa sínir. Það er bara það sem ég er að hugsa. Þetta er alveg hárrétt. Ég er myndið að vona það að logi minn verði eitthvað mikið hærri en ég, sko. Hann er í korfunni, sko. Og þetta er rosalega furðulegt, það er ekkert í þessu sem gefur til kynna að þetta er pappas er ekkert stór. Þetta er bara með alla félaga, sko. Það er allir einhverju síni sem er hausnum hærri en þeir, þannig að mér finnst þetta klókt hjá KR-ingurum. Ég verð að viðurkenna það. Ég held bara einhvern veginn að þessi gæi myndi bara klára ferilinn Grótt. Hann er búin að vera fyrirlið, hann er held ég þessi top 3 leikjahæstu fyrir liðið, hann er allavega. Hvernig þeir töldu sig vera með samning við hann Grótta? Kemur eitthvað í ljós að þeir klúðruðu sig einhvern veginn? Skráningun á honum. Já, það var eitthvað KSÍ-samningnum með eitthvað, bara eitthvað glemdist að skrá inn eða eitthvað, þetta var eitthvað gamla félagið mitt að klúðra hann maður. Já, þú varst hvað, varafyrirlið? Betur, hvaða þjálfari var það sem gerði það? Svo er verið að fara að lána Lalli Gretas? Já, Lalli Gretas. Ég hef aldrei náðu neinu jafngóðu sambandi við neitt mann bara heldur á æfinni, sko. Við vorum einn. Og hann hugsa bara, heyrðu, varafyrirlið. Það er ekki þú ert varafyrirlið. Bara við djúpt í Ég man mér þess að hvar ég var og allt saman þegar það var sagt ég er ekki að grína, sko. Shit, þetta hefur verið stór dagur. Rísa Sæni á HK, Þorsteinn Aron Antonsson er mættur, sagði að segja búin að skrifa til samning við liðið og það er ljóst að þeir rauðu og hvítur lið fólksins eins og fólki í Kópavogi kallar það. Þetta er samt rosa sæning, maður. Já, heldur betur. Töpuðu 2-0 fyrir Víkingi rétt áðan í Reykjavíkurmótinu. Nei, Lengjubikarinn segi. Herri, sáu þið Lengjubikarinn Breiðablik fram? Já. Heldur betur, maður. Ekki taka Víking HK? Jú. Ég var að byrja ég bara Víkingur HK 2-0 eða ekki bara eðlilega úrslit Ég ætlaði að segja er það eitthvað frábær úrslit fyrir HK? Já, nei, ég ætlaði bara að tala um Búlisson eða fara hans opna skýrsluna. Það er eitt sem að hræði mig aðeins. Já, ok. Það er að Róbert Orri fer út af á 70 mínútu. Þetta er hérna uppi Búlis. Býtu ætlar að fara að vera á bakinu og honum að þegar hann valdi ekki Breiðablik. Nei, ég sagði það sem veldur mér já fyrir út af á 70 mínútu. Þetta er ekki gott. Þetta er ekki gott, sko. Ekki velgert að spotta þetta. Ég sá þetta ekki. Þannig að þetta var eini punkturinn minn út úr þessu, sko. Þannig að við vonum að þetta sé ekki alveg. Ég var að reyna að senda á mína, þannig að bara stutt sér hann að leik lauk, en við vonum að þetta sé ekki alveg. Nei, þetta er hvað, 5 mínútur, var þetta? Já, þetta var verið eitthvað meðsli væntala, en vonandi bara eitthvað tapur og vil ekki taka séns. Selfoss Leiknir, 5-5. 5-5? Það er þessi Lengjubikar að byrja með látum. Já, og Sindri Björnsson skoraði mark
sem að menn á Selfossi tala að þeir hafi ekkert séð. Já, ég held að Mækarinn hafi skorað einhver rosaleg mark á Selfossi. Já, ok, þetta er þá kannski þar. Hringdi hann eftir, segðu við hann þegar Mæk það rétt og skorað einhver rosalegt mark á Selfossi. Hann kann þetta mark. Ég gefur lítið að hringi Mækarinn. Það ætlar að gera með það. Út í hæra megin. En þessi leikur Framararnir vinna Blikana og sko þetta var svona Blikarnir voru ekkert sérstaklega góður í þessum leik, það voru sérst bara eins og þér. Já sko, það var alltaf að tala, maður ekki talað svolítið um útsendinguna að Breiðablik vantaði fullt af mönnum meiðsla og svona, svo breytist það þessi hálfleik, þá fór hann að tala um að Framararnir brentu líka alveg fullt af mönnum sko. Það er eitthvað komið til hans og sagt, er það eitt hérna? Framararnir vantar líka nokkra menn. Já, en þetta var samt, þú veist, bara alveg frá fyrstu myndu voru Framararnir það voru bara glæsilir. Þeir hefðu geta verið búin að skora svona 4 mörk þegar Vuk skora fyrsta markið. Og það var eftir vítaspyrnu sem var svona frekar klaufaleg, svo jafnar Breiðablik svona eiginlega þvert gegn gangi leiksins, Gabriel Snær, ungur leikmaður, mjög öfnilegur sem að á þarna bara skot lífsins og eftir það þá taka Framararnir bara Hvað er Vuk gamall? Ég finnst það svo geggjaður sko. Mér finnst það svo geggjaður. Það er ekki ítt bara á hann. Já, ef hann er 2001. Hann getur sprungið þetta sísón sko. Já, hann er 2001. Er ekki fantasy núna í ár? Gabriel Snær sem að skora þetta mark er 2007. Þeir voru síðan með Dag Fjellsteð þarna 2005. Tumi Fannar 2005. En sko, jú, það vantar einhverja leikmenn hjá Breiðabliki. Varstu eftir Pappas Vuk, miðjumannum í handboltanum með Eyjar. Branislav Dimitrievits. Er það pappa? Hörku leikmaður Júki í handboltan þegar Brynjar Kvara var að þjálfa. Hörkulið. Hann spilaði Móla Síkó. Heldur betur. Framararnir eru komnir þarna hér. Pappa svo alveg helviti góður í handboltan. Alveg bara geðveikur leikmaður. Framararnir litur mjög vel út. Já, Framararnir eru flottir. Já, mjög flottir. Mára Ægis og Robert Hauks fengu þarna nokkuð færi til þess að Þeir voru sérlega leikmann Framararnir. Já, hann litli bróðir. Ellertsson farin til Ítalíu. Það var gott sem ég sá á Twitter eða X-inu, hann var einhvers sagði að hann væri mest ítalski svona Íslendingurinn sem geti farið til Ítalíu sko. Það var bara Ellertsson. Já, passaði bara beintinn sko. Veistu hver afi hans? Það er leikmann sem að þú fílaðir í handboltanum. Pottitt fílaðir. Páll Björgvinsson. Nei. Jú. Það er afi hans. Já. Markans Páll Ellertsson. Vá. Hann er Pappas Ellerts. Þetta magna. Þessi þáttur er að verða rosalega. Förum yfir í enska boltan. OK elska tölvukerfi. OK eru HP eru tölvurnar og Hallur Flósason er maður sem sér tölvukerfin. Hann er að skarta nýju lúki tribute til Tom Cruise í Tropic Thunder. Svona þykkari með skegg og nýtt lúk hjá honum, ábyrgara lúk. Hann er góður í golfu líka. Og þeir eru ábyrgir fyrir tölvukerfunum OK miklu ábyrgara. Er þetta lúkir sem er að vinna með það? Þetta er lúkir. Þetta er geður. Þetta er mjög gott lúk. Ég var búin að glemja Tropic Thunder. Ámar ekki að fara í þetta lúk. Þú er ekki rugglaður alltaf að snúða sig. Bara í þetta lúk. Þetta er geður. Við ætlum að halda þræði hérna drengi. Dóttur fútbol ekkert gjam. Heldur dagskrárgerð svo það sé á hreinu. Og það er enski boltur helgin. Það er enski bikarinn, svo elsta og virtasta. Það er að segja þetta er þetta fyrsta fótboltamótið í heiminum. Stærri en allt sem að við höfum áður sé og við erum einhvern veginn að fylgjast með uppgangi bikarkeppni núna út allan heim. Við erum sjá öll liðin í deildabikarnum spila bestu liðunum síðan. Við erum sjá öll liðin bara leggja allt í FA Cup. Við erum bara virðing komin aftur. Ítalska bikarinn og við erum að sjá þetta á Spáni líka sem bara svo sér það voru að fara áfram í dag bara á sínu besta liði. Það er margt í þessu en ég held að kannski pjúristarnir þeir elska svona giant killings er það ekki? Jú, ég man alltaf eftir giant killings. Veistu hvað það er, Gunni? Hvað digg var þetta á Real Sociedad? Nei, ég var að tala öll lið er að spila. Heitasti senderið þeirra var ekki í byrjuliðinu. Nei, en þeir voru samt spila á liðinu sem þeir eru alltaf að nota. Þú veist það því að núna er Copa del Rey orðin eitt leikur. Það var svo digg. Nei, það var ekki digg.
af því að nú þetta 1 leikur, þetta voru alltaf 2 leikir og menn spiluðu alltaf eiginlega svona 50-50 nú má ég sjá Viggan, Fulham Sjáu þinn að lauga þetta, strákar, sjáu þetta byrjar í hádeginu, Leighton Orient, Man City eða Leeds Millwall getur valið sko. Svo ferði hann í Preston Víkomp, þetta er ég ætla að segja þetta, við kallum þetta Giant Kilo Tjöfum þetta mikið að leðilegu viðrögnum að maður Nei Þetta er beauty við Þetta tekur Víkomp Víkomp tekur þetta út í sigur Stóka Birmingham Þetta er leikur fyrir traditionalista strákar Take me back sko. Þetta er frábært Þetta séu margir leikir sem að menn hreinlega get ekki beðið eftir Ég get ekki nefnt einn Hvað er þetta? Þetta er svolítið með unga fólki það vill bara Real Madrid, Barcelona það er eitthvað svona sko. Þannig ertu bara með fótbolt eins og hann var Chelsea Brighton Geðveikur Þannig að þetta Coventry Ipswich Þannig ertu Lampard Þetta er elsta Hendur United vinni Ég vona það, en það er ekki gott að fá Lisandro Martínez átt það er mjög vont að þeir vinna þessi 50-50, 100-100 Nei, eru menn gengnir á göflunum Þú varst að taka hérna eitthvað lengsta segment sem til fyrir, þú eru aldrei tekið svona langt segment trúðu mér, ef að United hefði dottið út þá værum við ekki að taka preview fyrir eitthvað, við værum komnir í eitthvað annað þú værir eitthvað, spænski byggarinn Nei, það sem ég er að segja ég sé bara rosa breytingar á því hvernig spænskuliðin er að taka Copa del Rey ég sé ítalska byggarinn ég er bara að sjá þetta Þú sagði það sjálf af því að þetta er komið í 1 leik þetta breytir það öllu Já Mennur bara að bera meiri virðingu fyrir þessu Það virðist bara þetta dæmi fyrra þessi auglýsing fyrir enska byggarinn virðist einhvern veginn hafa kveikt í þessu Já það var gott fyrir alla Gunnar, þú lítur að sammála því það var gott fyrir alla að United vanda frekar en City sko. Já, og líka bara einhvern veginn Af þessum 2 liðum, þá lítur að sammála því Áttalega úrslitir á móti Liverpool margir segja að þetta sé eitthvað besti leikur sem síðan 10-15 ár Undanúrsleikurinn með Coventry það er að litla liði var að fara áfram en Onana sagði nei takk og svo þessu úrslitaleikur sem að ungu strákunni klára þetta Ég held að heimurinn bara einhvern veginn elskaði þetta og ég held ég FA Cup er ævintýri hún er mætt ævintýri og töfrar bikarsins töfrar við skulum fara og tippa á þetta allt saman Hvað ætlar að tippa á? Áfram með töfrana ég ætla að velja leiki og ég ætla að tippa á þá tippa á þessa leiki epíst pip bam baram bam bam dam. Ok, tökum þetta ég ætla að velja 6 leiki strákar Manchester United, Leicester, Gunni 1-0 Manchester 4-0 Manchester United Everton, Bournemouth 1-0 Everton 1-2 Bournemouth wow Southampton, Burnley 0-0 Ég ætla að segja að Burnley farið þarna og takið bara 2-0 Já Birmingham, Newcastle United Gunni 0-6 Nei Birmingham eru langefstir í Division 1 Já, og hvað? Nei, þetta er erfið leikur en Newcastle vinnund á 3-2 ekki 6 eitthvað Brighton, Chelsea Wow Já, ég sammála Wow Brighton 3-2 Já, ég ætla að segja 2-2 og vítaspyrna og Chelsea fer áfram Heldur betur ef ég fæ að sjá síðan sunnudagsleikina í FA Cup þá höldum áfram og bara alveg í lokin risa leikurinn Aston Villa Tottenham 4-1 Aston Villa Nei Tottenham er byggarlið eins og við rætt hérna Þetta er 2-3 Tottenham Hotspur Tottenham er byggarlið Tottenham er byggarlið Tottenham er sögulega séð mikið byggarlið þó að vissulega við aðeins gefið á páltinn á þessu mikla byggarlið það verður að segjast alveg eins og er Tottenham er byggarlið Ég hef ekki hýrt þessa setningu oft Jó Bjarni Féll sagði þetta alltaf Já, byrjaði alltaf útsendingar nánast Sko Þetta að skoða vinner og lúsera með Einari Á Einar Á er vinner í byggingariðnaðnum og
og eru þeir elstu og virtustu í þeim iðnaði, en finnst gaman að sjá minni leikmenn sprikla líka og þeir eru elstir og virtastir í þessum bransa á Dalveginum. Strákar, eru þið með vinnara eftir þessa viku? Er það ekki GM-in hjá Los Angeles Lakers? Hann hittur eins konar vinnur. Rópa líka, já. Á stórkostlegt. Klárt. Frændi minn vinnar, hann Ólafur Egill Ólafsson, sem var að berjast fyrir stæðunum í miðbænum. Já. Er það leikari? Já, náfrændi minn. Já, wow. Ánægður að sjá frænda. Víkingur Heiðar fyrir Víkingur Heiðar mættur á Newcastle fyrir norðan. Já, og vann náttúrulega Grammy-verðlaun. Já, vann Grammyið. Vann Grammyið, já. Sko, þessi gaur, bara, ég er ennþá bara þannig, ég get ekki hort í andlita á hann því að hann minnir mig svo á COVID-tíman. Það var bara eitthvað á ríkisjóknum, bara endalaust bara eitthvað Víkingur Heiðar að glamra á pían. En vitið að hann er djúpur í Newcastle. Hann er ekkit að grínast með þetta Newcastle. Nei, hann er djúpur, sko. Ég þekki klippar hann, svo hann segir bara hann er bara stanslust talið Newcastle. Svo köttar hann, þú veist, cuts. Klippara? Sem klippa hárið. Já. Egill. Slipin. Egill Speil. Fleiri vinnur? Já, Kendrick Lamar, svona fyrst að við erum að taka af Grammy. Hann náttúrulega gott lag. Herru Beyoncé vann country. Já, en svo er hann líka hann er náttúrulega ákveði vinnu náttúrulega því að þetta er hans vika, því að hann er að fara að flytja náttúrulega halvtæðsjófið í Super Bowl. En hvernig mannst kjóllinn sem að kærastan hans Kanye West var í? Var það vinnur? Já, ég ber bara hvað segir þið kallar? Ég ber bara virðingu fyrir klæðnaði fólks. Ég er ekki að setja mig upp á móti því. Ef að fólk vil klæða sig svona, þá er það bara þetta er svo gott teiki. Þetta er sakalegt. Þetta er besta teiki. Þetta er keðurlegt. Það búið að blurra alla myndir. Thank you. Herri, ég verð að fá að setja ég ætla nú ekki að setja ég ætla frekar að setja afturheldingu á vinnera en Hamar var að tapa fyrsta leiknum sínum það var að gerast bara núna. Hamar var að tapa fyrsta leiknum síðan 2019 í kjöri spikarnum, þannig að kjöri spikarinn er ekki að fara til Hveragerðis. Afturhelding var að henda þeim út öfugum í blaginu, í áttalegustum í blaginu. Já, þannig að við erum að fara að fá nýtt nafn á kjörisbikarinn í fyrsta sinn síðan 2019. Hvenær er bikarhelgin í dyrra? Hún er 7. til 9. mars og hún, við getum alveg orðað þannig að ég er erlendis. It's a lot of fire. It's a lot of fire. Dagur, jöfnveld að glóta að sjá gróðan að syngja íslenska þjóðsöngin eða spílan. Dagur er vinnur, Dagur er algjör vinnur. Og Rán Kutsaður í fænalum, en hann mætti vera betra lið í fænalum. Já, Gunnar Nelson að fara að berjast aftur. Gunnar Nelson er að fara að berjast aftur og er gaman að fylgjast með honum. Lúsarar. Ég ætla að fá þetta svo á Auðun Blöndal líka. Já, vinnur. Já. Hvað gerir hann nú? Ég sá hann niður á Suðurlandsbyrju þetta, hann var að vinna. Og er væntanlega að reyna að kúka þennan nýja draum sem maður er náttúrulega mjög spenntur fyrir. Ég ætla að fá að setja lúsir. Ég held að við verðum bara Halla Tómasdóttir verður að fara þar inn fyrir að teki fjölskylduferð fram yfir þessa minningatöfn í Auschwitz. Og já, hún var ekki það var enginn frá Íslandi, hvorki fórsættisáþurra eða utanríkisráðherra neita, sótti þetta enginn þessa minningatöfn í Auschwitz. Þetta ætlar að byrja illa núna? Já, þetta ætlar ansi að byrja illa og grátlegt í raun og veru. En svo kannski fæ ég að henda mínum önum í Jaguar ég verði eiginlega að setja á í lúsaraflokkin. Það eru stefnubreytingar. Þeir náttúrulega byrjuð á þessari logobreytingu sem hefur náttúrulega verið svona frekar misefnuð og svo eru þeir að fara núna meira út í lúxusbílana og eru í raun og veru ekkert að fara að framleiða áfram þessar Jaguar bifreiðar sem að við höfum séð og elskað á götunum. E-Pace og F-Pace og E-Pace. Þetta er náttúrulega bílar sem hafa allir slegið í gegn. En þú veist, ég er svo heppinn að vera alltaf að kýja þannig að þetta er að þjónustu upp það verður áfram samt þjónustu þið. Já. Og myndu halda nafninu kunni Jaguar? Ég er svo sem sagði það í útastættinu Tommy Stendors í gær að ég væri free agent á bílamarkanum. Þannig að það er alveg hægt að heyri í mér. Ég er náttúrulega verið að vera með tröst og gott umboð bak við mig. Já, þú ert þannig maður, þú vilt ekkit eitthvað vitleysu. Fólk er fyrir að heyri í mér. Tröst og gott umboð, þú vilt ekki það, Hjálmar minn. Já. Mátt hann taka 2 mínútur og gasa hann gott umboð. Ég vil ekki vera blandað inn, ég er alveg. Þú ert rólegur. Ég er rólegur. Já, það er gott, við slum fara að hleypa hlustendum að sem að eru með neyða já. Kíkja á hvað menn eru að gera, neyða já með Æsver. Já, hann var glæsilegur í Æsver fatnaðanum, hann Hjálmar í dag þegar hann labbaði bílastæði í Laugardalnum og kvartaði og kveinaði. Ég tengdi svo vel við þetta.
Sástu gæðin sem tók 2 staði hérna fyrir utan á hann? Ég veist það, ég er bara, ég get þetta ekki sko. Þetta fyrir mínu fínustu og við skal hana fyrir mínu fínustu. Þegar fólk situr inn í bílunum heil lengi þau eru að bíða til stæðinu og að bíða til stæðinu eins og í Krónunni Borgartúninu og fólk er svona 40 mínútur að setja sig eitthvað belti og laga stýrið og sætið. Þegar ég keyri út og ég set belti á mér á leiðinu og ég keyri. Takk. Þetta er bara, þú veist, það er ástæða fyrir, þú veist, heimurinn þarf að ganga, sko. Þetta er, ég verð brjálaður. Sko, það fer ekkert meir í töðum að bíða. Ég ætla að henda konum fyrir rútuna núna. Það eru agalega í þessu. Setja þetta í gang, maður sér bílinn komin í gang og svo bíður maður kannski 2 til 3 mínútur. Ég var að segja þetta. Já, nei, ég er að segja, þú veist. Ég tek ekki það. Ég er að vera brjálaður. Nei, ég veit að þú tekur ekki þátt í þessu. Ég veit að þú gerir ekki. Get me out of here. Ég flauta. Já, flautar. Ég byrjar að flauta. Það finnst mér vera hámark dónaskap. Nei, hámark hjá mér. Já, mér finnst dónaskapur að flauta, já. Ég flauta bara ekki. Gunni, ég er ekkert að liggja ekkert á flautinu, ég flauta. Já, ég flauta ekki. En ég teki eftir því, það fer öfugt onni, en ég geri það. Sko, Sumir verða að gera eitthvað svona eitthvað og jafnvel er lengur í bílnum og eitthvað. Sko, ég á fjölskyldumeðlum sem ég fór oft með í bíl þegar ég var lítill, sem flautaði mikið og hendi hérna og bara og maður var hann aftur þetta var bara, maður leið bara sem maður var í hættu bara það var maður bara hvað er að vera að gera og þetta er svo lendur bara ljósist í smá þannig að það er gaman að þessu hvað er betur en að fá góðan putta beint í andlitið í umferðinni það er á að gera þetta nei það er nóg að vera. Nú er afmælisslagið Svavar Sellega besta afmælisslag allra tíma. Já. Já, þetta er spurning frá Björgvini Páli Rúnarsinni. Nú tapaði Arsenal einvíginu gegn Newcastle út af þessum bolta. Nei, það heldur ekki. En hann hafði áhrif í fyrirleiknum, já. Nú mun Spurs einhvern tímann jafna sig eftir meiðsli Dragusín. Já. En ég var eitthvað að heyra mikið vandi venn það væri eitthvað smá setback það er alltaf setback í ég er í korfunni Íslandsmeistarar nei eða já nei, en frábær sigur hjá þeim í kvöld og by the way, ég glemti nú að ræða það í Winners and Losers en Keflavík láta Pétur Ingvars fara og íringarnir þeir skelltu þeim á útivelli í kvöld þeir fóru til Keflavíkur og fáðu svo 2 púnta hjá þér trítla heim. Hver er að fara að taka við þessu náttúrulega Mikey Gunn er að bara stjúrin up the game en þá ég myndi halda fyrst að Pavel er ekki available að þá myndi ég halda Matti Dalmæ væri hann er búinn að skáta öll þessi lið þekkir gameið ég myndi halda að hann væri svona það ferskasta sem að Keflavík getur Keflavík, ég skal segja hvað það gera Kjartan Andi Kjartansson myndir hlaupa á 0-1 ef hann fengir 100% en sko Keflavík er í hans DNA pappans og margfaldur Íslandsmeistari sem markvörður pappans er Kjartan markvörður heldur hann færi núna til Keflavík á morgun, hann færi á morgun nei, Hjörvar ég er að segja, ef hann fengir tilbúið ef Mæki Þórstis ringir í Kjartan alltaf hann færi á morgun Keflavík eru með, held ég, 7 útlendinga þeir voru að bæta við sig Karol Lawson og þeir eru sem stendur einum sigri frá playoffs þeir eru 10. sæti ég heyrði nefnilega umræðan að menn voru óska sér að fá í úrslitakeppninni ekki óska ykkur það be careful what you wish for cause you just might give it all ég er einhvern að fara að heldur betur býta frá sér stólanir í góðum máli það góðum málum að við gáttum henn þjálfarunum til, jú careful what you wish for nei, Hjálmar þekkir þetta ekki en þjálfarinn okkar náttúrulega er líka að sinna öðrum nöppum hann er með kvennalandslið út í Tyrklandi mjög svekkjandi tap í dag á móti frábæru liði Tyrklands höldum áfram með neyða já það er nóga spurningu sem býða ykkar nú voru píramindinir byggðir af geimverum spyr Eiríkur Ólafsson nei, aldrei ekki ég fann alltaf staðið því sko þetta er ótrúlega smíði er Jónas Hösflót Klæbó að fara að vinna allt sem hann keppir í á HM í skíðagöngunni? Nei, ekki allt, en hann tekur sprett inn og verður í baráttunni mögulega í 50 ef hann hittir á það, en hann tekur liða sprett inn og ég held að hann kalli það gott þar og báðgönguna, hann tekur 3 gull Fer Gunni í strípur eftir álíkingar frá Auðunum Blöndal? Nei, bara ég er með klippara sem að við erum svona Þú ert með eitthvað strípur Já, ég lýs oft bara upp veist, þegar það er dimmt úti þá fer ég hinn veginn Á Mourinho inni eitt stórt lið í Evrópu?
Ég ætla að segja já. Já, ég ætla að segja já. Nú, er 100 win týndur á Astanasvæðinu, spyr Ásgeir Haukur. Nei, ég sá myndbanda á hann bara síðast í fyrrátæð. Var Ójöð Simpson segur, spyr Árni Torfason. Þetta er þetta góð spurning. Get ekki sagt til það. Já, þú náttúrulega, þetta er árið sem þú fættur en ég er náttúrulega ég sé mikið að þáttum ég held að skipti engu málið hvort að maður hafi verið uppi þegar það gerðist. Það skipti málið. Ég held að það sé alveg til nógu mikið Röðningshetjan Ójöð Simpson eins og hann ætlaði að kalla á Ríkisjónvarpinu guilty as charged en það var hann líka síðan segur að eitthvað stöður utan þegar hann þóttist ekki komast í hanskan. Þetta var það bara eins og gaf mig. Þú sást í gegnum þann leik. Ég er 14 ára sko. Hann var alltaf að taka í hann aftur og aftur og aftur. Ég hef aldrei séð mann klæða þessu í svona hanska. Nú, Hjörvar, ertu lögregluþjónn? Nei, ég veit ekki hvað spurning þið en ég er ekki lögregluþjónn. Lagðist jarðtenging gerðdagsins þungt og Gunnarsbyr Zacharias? Já, ég get alveg ekki það. Já, hún gerði það. Það er bara, menn verða stundum að viðurkenna bara hlutina. Nú, já, ég held að þetta sé svona, sko, er Koti Gabko vannmettnasti leikmaðurinn, spyr Gunnar Aron Ólason. Er þetta ekki góð spurning? Jó, þetta er mjög góð spurning. Hann er vannmetinn. Hann er búin að vera alveg á rosalur uppleið. Nei, vannmettnasti. Kannski ekki alveg vannmettnasti, hann er vannmetinn. Já, hann er mjög vann. Ég ætla að segja nei. Já, þannig að, já, svo er náttúrulega alltaf einhver vitleysa. Já. Einn svona vittlisus. Það er spurt hérna, ef að Hjálmar myndi falla frá, myndi þú koma í Hjálmars stað og bara sjá pakkan fyrir hann, Gunni? Já, ég myndi glaður gera. Myndur þú gangi inn í það? Já, ég myndi glaður gera það. Það er bara frábært. Ég myndi watcha þig. Ég watcha fyrir alls. Ég bara, þú veist, það sem hann segir ef ég get aðstofað Hjálmar, þá gera það. Og aðra, ég er svona... Við ætlum að fara hér að lokum í El Grande. Já. Og segjum það, tökum þetta þá og drengir farið á Transfermarkt og skrifiði Cristiano Ronaldo. Dr. Fútból með kemi.is, Glussin er að sjálfsögðu okkar, já, Glussin er okkar. Kemi.is. Hver er kóngurinn í Kemi? Hemmi Hem. Hann er og verður kóngurinn í Kemi.is. Alltaf gaman að hitta þann öðling eins og ég kalla hann. Sæll öðlingur. Drengir, ég ætla að fá samherja Cristiano Ronaldo í gegnum tíðina. Eina sem ég vil ekki eru samherjar hans í landsliðum. Ég er að biðja samherja í félagsliðum. Samherjar Cristiano Ronaldo. Þú erum bara að byrja. Gunni mátt byrja. Þetta er mjög svona... Þetta er ótrúlegu ferill ef maður pælir í aldurspannið. Já, samherjar bara. Sergio Ramos. Ég fyrir bara í manni. Já. Þetta er klókur þetta. Pepe. Þetta er svo margir. Smækkel. Já, Nei! Smækkel. Nei! Þetta áttu að vera svo langt og þetta áttu að vera svo... Ég ákvað bara að vera ekki að gefa neitt guldspjald. Gefðu guldspjald. Hjörvar, gefðu guldspjald. Nei, þú varst kokk. Gefðu guldspjald. Herri, Gunni vann, Gunni til ámyggju. Nei, þú getur ekki gefið hún út af fyrir eitthvað lélegt og búin að raunir var allan þáttinn. Þetta er gull. Herri, ég hlýt ekki að fengi farið í skjáin að fengi var. En það sem ég vil vita er þetta Kasper eða Peter Smækkel? Þetta er alltaf Kasper. Nei, það er ennþá skrýtnaregla. Þetta Peter Smækkel, ég held hann hefði verið með hún þetta. Nei, hann var ekki hérna. Hann var... Hann munið þá bara einhverju 6 mánuðum? Nei. Það rétt missir á. 4 ára. Er það svo mikið? Ég ætla að segja 4-5. Það er bara rétt munar. Hætti 99. Undir venjulegum degi hefði ég fengið guldspjald. Já, ég veit að undir venjulegum degi en þú sagði að þetta væri svo margir og þetta var svo létt og ég hef átt alveg svona blatant failure í El Grande. Ég hef átt verri þegar ég tók Normannin fyrir Dannan og allt. Já, Martin, auðugóð.
Það guður í sem heitir Öðgård Nani, hann sagði Mani en allt í góðu doktorfútból staðurinn það sem að ég ætla að byrja bara ég ætla að taka vörnina í Real það fyrir miðjumennina ég ætla bara að vera klókur og taka svona hitt ég ætla að henda hinga og þanga sko. Það var ógeðslega góð taktík hjá þér Þetta var líka, hann hallaði sér áttur í sætinu það er smækkel Já þetta fór ekki vel hjá honum Phil Neville, voru þeir ekki með honum? Ég held að Jú, báður Já, með þá næsta einn sko Hvenær fer Phil? Phil fer 2005 til Everton 2004-05 hann alltaf að spila með Jöfull alltaf, svekkjandi þeir náðu að spila saman Það var meira svekkjandi heldur hún að skíðunum í dag hún fór á 2005 til Everton Ég sagði það Ég hefði náðu þessu maður 50 caps for England Þú veist náða mörgum leikjum fyrir Everton Hvernig gengur hún hjá Portland Timbers? Gengur bara mjög vel og hann náttúrulega var hjá Inter Miami og farið hans niður strókar á hann er að hjá Portland Timbers bara að gera flottu hluti. Það hefur verið þungt að láta bara einn af sínu betri vinum reka sig, það hefur verið Það er alltaf erfitt Nei, það var ekkert mál, það var bara kærleikur og hann var bara í að byggja nýtt lið og gera það vel Dr. Fútból þakka fyrir sig á föstudagsmorgni Dr. Fútból mætir að næst annarkvöld sunnudagskvöld eða mánudagsmorgun það er eins að sjá hvort að mínu menn sé Super Bowl gýr Dr. Fútból þakkar Hjálmari Erni kærlega fyrir og líka Gunnari Birgisinni sem verður upptekið næsta dag við að lýsa norrænum greinum í hérna þú veist þessu norrænum greinum er það ekki? Já, skíðaskotumi og skíðaganga nú er þetta allt saman að fara í gang og hérna bara hvert fólk til þess að og lesa Haugasundvísin Haugasundvísin, já það verður Þetta er skemmtilegt ég er að tala í fullur alvöru Þetta byrjar á skíðaskotuminu og hún byrjar í næstu viku 12. febrúar og þar getið heyrt Gunnar Birgisson okkar blómstra sem aldrei verið hann blómstraði Dr. Fútból en ekki síður þarna þegar hann kemst í þetta Takk fyrir það Hjörvar Þetta er nú fyrir afreiksmaður í þessum íþróttum þó bróður hans hafi vissulega verið töluvert betri eða Ólympíufarinn eins og móður hans kallar hann Já, og pabbi líka en mamma henn segir alltaf Ólympíufarinn og hinn þegar ég tala við hana Ertu að tala um Ólympíufarinn eða hinn? Ég nú reyndir að tala um hinn Takk